Ég heiti Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, ég er vísindamaður við Háskóla Íslands og forstöðumaður rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Sjávarútvegsráðstefnan, hún er í eðli sínu svona grasrótar uppákoma, svo má segja. Hún byggir mikið á sjálfboðavinnu, hún byggir á áhuga einstaklinga og auðvitað sérfræðiþekkingu einstaklinga. Og það er kallað á fólk að koma inn í þessa faghópa og vinna þar. Persónulega er ég afskaplega spennt fyrir ráðstefnunni í ár. Yfirskrift ráðstefnuna núna er stjórnun fiskveiða og markmiðið er í raun og veru að vekja athygli á því hvað stjórnun fiskveiða er miklu meira heldur en bara kvótakerfið. Og ég hlakka til að heyra fjallað meira allt þetta hitt. Það er að segja það sem undirbyggir fiskveiðistjórnun, sem er stefnumótunin, rannsóknirnar og ekki síst þessi stöðuga endurskoðun og stöðuga samtal sem þarf á milli stjórnvalda, á milli vísindamanna, á milli hagaðila í iðnaðinum, en ekki síður bara við samfélagið sjálft og við almenning. Af því að mér finnst vera löngu tímabært að almenningur á Íslandi fái aftur áhuga á sjávarútveginum.